Við erum í viku 4 og höldum áfram með CSS í dag. Byrjum samt sem aður, þó svo að Flexbox sé svona helsta námsefni þessari viku, þá höldum við áfram með það sem við vorum að skoða í seinustu viku og þá í sambandi við verkefni 3, þannig við ætlum bara að gera það núna í beinu framhaldi. En námsefni vikunar er Flexbox sem er svona frekar leiðin sem við notum til að setja upp layout. Þannig að það sem við erum að gera núna í verkefni 2 er svona æfing á svona algjörlega grunnvirknin í CSS sem er hérna í CSS 2.1 staðlinum. En síðan verkefni 4 munurinn snúast það að taka það og gera það svona aðeins meira modern, nota Flexbox, nota CSS Custom Variables og refactora það, þar að segja taka eitthvað sem er nú þegar tilbúið og breyta því yfir í eitthvað annað. Þannig að þá ætti þið líka að sjá munin á því að nota til dæmis block inline, inline block og text align center til þess að raða hlutum á móti því að nota Flexbox. Og þá sjáið þið vonandi munin á því að hvað Flexbox er að leysa fyrir okkur. Síðan verkefni 5, þá tökum við og gerum þetta responsive, en námsefni næstu vikunar eru skalalegir vefir og hönnun og grid, þar að segja að setja hlutin upp á gridi sem er oft notuð í hönnun og það verður áframhald á verkefni 3 og 4. Þannig að þá tökum við þetta og gerum það sem við erum að gera responsive. Þannig að það er aftur ekki krafum það í verkefni 3 né 4 að þetta líti vel út í vafra sem er minni en 1000 pixla breiður. Þannig að ef þið opnið það sem við erum búin að gera á símanum ykkar eða einhverju smærra tæki, þá lítur þetta brotið út. Og það er í lagi. Svo gerum við það í verkefni 5 og tölum það hver munurinn er hérna og hvað við erum að hugsa um og hvað er að breytast og hvaða CSS er að gera hvað fyrir okkur. Og kannski líka í áframhaldinu þar sem við tölum aðeins í seinustu viku þessar hlutfallslegu einingar. Við erum ekki að setja þetta á að vera 25 pixla breytt. Við erum að setja þetta í einingu sem að skalast einhvern veginn með einhverju hlutfallslega. En við vorum að vinna í verkefni 3 í seinasta tíma og ég setti það hérna inn á GitHub og ég ætla bara að taka þetta repo og þið getið gert það sama eftir tíman í dag. Ég mun allt sem ég ger í dag mun ég bara bæta inn á þetta hérna. Þannig ég ætla bara að downloada þessu sem zip skrá og opna og fer hérna og dreif þetta bara yfir í Visual Studio Code og nú er komið með þetta hér og þá erum við með þetta index.html sem við vorum reyndar með svolítið gerfi af því við tókum einhver texta úr einhver öðru, stækkum þetta aðeins. Þannig að nú get ég líka tekið sýnilausnina. Þá get ég farið hér í sýnilausnina af verkefni 2 og ég get farið í index.html, ég get bara copy-paste þetta og pastað, lagað hérna sagt link rel style sheet ref styles.css. Þannig að þá setjum ég link elementið í head elementið til þess að vísa yfir í styles.css og svo get ég farið open with live server og þá ætti það vonandi að líta svona svipað út og við hættum með hérna fallegi litir og eitthvað eins og ég reynda tók út litina sem ég var með, aftur opnast þetta á vitlausum stað, svona. Þannig að við vorum allavega við vorum komin með efst erum við með þetta navigation, við vorum búin að stilla það nokkurn veginn af. Við erum með hérna bara allt efnið kemur bara í línu niður, við sjáum að það er eitthvað sem er að fela sig hérna undir navigationu út af því að við erum að nota position fixed til þess að staðsetja það nákvæmlega efst á skjáinn. Svo erum við hérna skráningu og sýningu sem að spurningin var að fá það í raun allt sett vinstra megin. Þannig að til þess að geta gert það, þá náttúrulega ef ég smetla á þetta núna þá fæ ég bara það ekki til út af því að ég á eftir að búa til síðuna. Þannig að búum hana bara líka til. Síður og förum hérna, copyum þetta svo til betri leiði til þess að gera þetta en þetta er bara fínt líka.
skráning.html, búum hana til og pastum þetta inn. Og hvað á ég eftir að gera núna? Linka þetta við styles. Já, nú eru þið orðin, ekki orðin sérfræðingar í relative linking. Hvað á ég að setja hérna? Link rel style sheet, set sheet, ref, hvað á að koma hér? Punktur. Já. Punktur gerir hvað? Fyrir tilbaka, eitt level upp í hérna directory fyrir ofan okkur. Þannig að þá ættum við núna, ef þetta virkar, að fara hér og nú fáum við hérna þetta. Þannig að það sem við sjáum núna er formið, við veitum kannski byrjaði að laga þetta hérna, að þetta leggst ofan á. Þannig að ég sé ekki, ég get einnig að reynda að draga þetta sýningar. Og hvað getum við gert til þess að í raun búa til pláss, þannig að við sjáum í raun efnið sem er hérna undir þessu sem við erum búin að gera position fixed. Það er ekki að raða þessum footer svona lári. Jú, við getum gert það, við getum sett það á listan hérna yfir hluti. En nú ætlum við að reyna að gera hérna þannig að við fáum allt þetta hérna efni vinstra megin, þannig að við höfum hérna til samanburðar. Okkur langar að gera þetta svona. Þannig að við getum byrjað hérna á headernum sem ég er að leggja til. Við getum byrjað á efninu hérna fyrir formið eða eins og þú ert að leggja til byrjað á fætinum. Hvar er að byrja? Hvað er strategíun okkar í þessu? Jú. Þannig að við getum þá farið hérna í skráning og við vorum aðeins búin að ræða ef ég set hérna index.html við hliðina á að við þurfum eitthvað að breyta bitinu við. Ég hef ekki gert það sem að ég var með hérna í þessu. Þannig að við opnum núna í styles.css þá er þetta er svona forskrift af því hvar þið ættu að setja hlutina. Þannig að til dæmis hérna sjáum við líka þá eftir að setja inn leturgerðirnar. Það eru tilteknar 2 leturgerðir sem þið þurfum að sækja. Það er eitthvað sem við getum gert líka. Síðan á að nota það í meginmál. Þannig að það er hérna Gelasio leturgerðin sem á að nota. En það er hérna gefinn smá kóði sem setur upp grunnumbrot eða layout á síðuna með Flexbox. Flexbox er síðan það sem er námsefni þessari viku, þannig að þið getið lesið þetta og skoða hvernig þetta haga sér. En þetta er eitthvað sem við setjum utan allt efni. Og hérna síðan innan svigastendur nav ætti að vera undanskilið út af því sem við sjáum hérna. Þannig að við gerðum þetta ekki, ég man ekki hvort ég hafa nefnt þetta eða bara sleppt þessu. Þannig að ef ég segi hérna div class wrapper, einhvern veginn finnst mér eins og ég hafi sagt þetta í seinustu viku. Já, þess vegna er einmitt sko, akkur er þetta ekki í því sem ég committaði? Það er þetta verið annað skjál, ekki sami, bara eins og það væri tekið betra efnið Já, við vorum náttúrulega, ég var að peista yfir, ég bara hef ekki betra skammtíma minni en það, ég var að peista yfir og þar alveg er þetta augljóslega ekki inni. Þannig að við setjum þetta hérna, þannig að mér var að misminna og muna vitlaust hérna, þannig að við setjum þetta inn fyrir forsíðuna. Þá fáum við einmitt þetta, þá breytist þetta aðeins hérna og einmitt hérna er komið, er búið að gera plássið fyrir headerinn, þannig að það er búið að ýta niður eða ýta í raun frá toppnum upp. Þannig að við sjáum hérna að þessi wrapper sem við settum utan allt efni núna, þannig að núna erum við með body, div, class, wrapper og inn í wrapper er í raun allt efni. Þannig að wrapper er bara eins og annar body, það er í raun bara annar container. Það er svona alveg eins og ég segja oft box fyrir bara eitthvað element sem er búið að setja eitthvað stíl á. Þá er container eitthvað element sem er utan önnur element. Og þetta mun sérstaklega koma í Flexbox, af því að þá erum við með Flexbox container og svo öll börn þess containers eru kölluð Flexbox items.
af því að þau raðast sérstaklega út af því að konteinerinn, parentið líka oft stundum kallað, sett sem flexbox. Þannig að þá raðast öll elementin sem eru inn í þessu elementi á einhvern ákveðin máta. Þannig að ef við núna bara gefið að við erum að vinna í flexbox í vikunni, eða það er námsefni vikunar, þá skoðum aðeins hérna í DevTools hvað gerist þegar við erum með þennan div class wrapper sem flex container. Þá fáum við þessa merkingu hérna við hliðina sem segir div class wrapper flex og hann með eitthvað overflow líka, þannig við skiptum okkur ekki alveg að því strax, ít á flex og þá fæ ég utanum hvert og einasta badn, flex badn eða flex item, fæ ég merkingu hérna í vafranum og ítum að þennan hérna og þá getum við séð að flex direction hérna column. Ef ég slekk á því þá förum við í sjálfgefnu röðunina á efninu með flexbox sem að raða frá eftir main ás eða main axis frá vinstri til hægri. Þannig þá sjáum við bara fyrsta barnið, headerinn, vinstra megin, lengst til vinstri. Síðan kemur þetta hérna beint í efni, síðan kemur nav, en eins og við sagðum, nav ætti að fara út fyrir, þegar nú nav komið í position absolute og alltaf þegar við notum position absolute, fyrir ekki fixed, absolute eða relative, og tökum við það út úr þessu flæði sem aðrar layout aðferðir hafa áhrif á. Hvort sem það eðlilegt flæði eða normal flow, eða flex flæðið, eða grid. Þannig að þá sjáum við að það hoppar hérna og alveg sér á báti, svo kemur efnið og svo kemur footerinn hér. Þannig að bara með það að segja flex direction column, þá raðast það ekki frá vinstri til hægri, heldur frá toppi til botts. Og það sem að flex direction column gerir í raun að taka og segja þessi megin ás, hann snýst. Þannig að þetta er svo við séum með hnitakerfi XY og við erum að rótita í 90 gráður. Og þá fer allt efni niður og svo get ég sagt, ekki column heldur column reverse og þá snýði í 180 gráður, þá efnið sem fætinum fyrst, síðan kemur megin efnið, síðan kemur þetta beint í efni og síðan kemur headerinn. Þannig að þarna þetta CSS einfalt, þetta einfaldur syntax, en að hugsa þetta og hugsa hvernig flexbox haga sér með því að segja, display flex direction, breyti þessu, að þá verður þetta allt í einu frekar flókið að hugsa þetta í samspili við öll hin elementin á síðunni. Þannig að höfum þetta sem column hérna. Síðan við búið að segja margin top 4 rem og ef við slekk á þessu hérna, hvað gerist þá? Ef ég slekk á margin top á wrapper, jú, nákvæmlega. Þá hoppar þetta undir navigation sem fixed og við sjáum þetta ekki lengur. Þannig að margin top hérna í raun að búa til pláss með því ekki eins og ég sagði að íta þessu niður, heldur með því að íta í raun sjálfur sér niður út frá það býr til pláss fyrir ofan sig, í staðan fyrir eitthvað fyrir ofan það býr til pláss fyrir neðan sig. Og það eru margar leiðir til þess að eiga við pláss á milli elementa. Já, það einmitt það sem ég ætla að gera næst, var í raun að laga þetta, því að það skrítið að hafa það hérna inni, þegar það ekki í raun á ekki að vera að spila með þessu. Þannig að, já, þannig að ég tek það í raun og veru bara algjörlega út úr þessu, bara X út úr þessu, hingað upp, vista, formata, og þá breytist ekkert, nema að ég bara komi rétta hierarkíu út frá því hvernig þetta á að haga sér. Þannig að núna sé ég hérna að þetta flex og þá sé ég að það eru rétt element hérna inni og nafið ekki lengur og það er ekki fyrir okkur hérna. Svo ætlum ég að taka hérna beint í efni linkurinn. Ég ætla líka að færa hann, af því að hann á að vera þannig að ég geti hoppað yfir navigationið, þá þarf ég líka að færa hann hérna fyrir ofan navigationið, þannig að þá erum við body, svo kemur þetta paragraf sem hoppar beint yfir navigationið í efnið. Og við ætlum líka að segja á hann class sr_only, screen reader only, sem að felur hann án þess að nota display none, að þegar við notum display none þá hann bara fjarlægður á öllu leyti og ekki annánsaður. En ef við gerum þetta þá hann í raun falinn, þannig að núna ekki lengur þessi og hann ekki heldur inn í þessu, hann á réttum stað. Þannig að núna body, fyrst kemur
þetta, hoppa beint í efni, síðan kemur valmyndin, síðan kemur efnið inn í þessum rapper. Ok, þannig að það er eitthvað að gerast hérna. Og þá segir náttúrulega hérna að skráningarsíðan fyrir sýningu, ég þarf að gera það sama. Og á þeim stað sem við erum núna, þá gerum við þetta bara aftur, við gerum þetta bara í höndunum, við lögum þetta bara eins. Við erum ekki, við getum alveg forritað þetta, við getum alveg, það eru svona leiðir til þess að gera svona hluti dýnamíst eða á eitt stað, vera með eitthvað template, geti ekki bara búið til eitt template og sett svo mismunandi efni. Jú, en það er bara, það þarf töluvert meira af tólum og veseni en við erum að díla við núna. Þannig að við lögum þetta bara í höndunum, segjum hérna aftur, body, þetta, nafið upp fyrir og rapper utan restina af efninu. Og hérna fyrir neðan, vistum, formatum, svona. Og þá sjáum við hérna að þá er þetta í raun farið að haga sér eins, svona einhverju leiti hérna á milli. Ég fer á milli forsíðu og skráningur og sýningu og ég sé svona, það er alltaf eitthvað headerinn er svona einhvern veginn réttur nema beint í efni, ég átti eftir að fara það hérna líka, upp og sí. Ég tvítók það bara, ég gleymdi að fjarlæga það hérna, svona. Þá er spurning hérna, spurningin sem kom sem sagt fyrir tíman hvernig setjum við þetta hérna svona miðjusett cirka bát. Þannig að nú erum við að horfa á fyrirmyndina fyrir sýningarsíðuna, þar sem ég er með fyrirsögnar sýningar og svo er ég með helmingin af síðunni af í raun svæðinu sem er til birtingar á efni inniheldur formið. Og svo er bara ekkert þar hægra megin við. Þannig að 50% af því sem við viljum birta efni á inniheldur formið. Og ef við horfum á þetta núna, að þá er í raun efnið, sjá hérna, og það sem við enduðum á í sensta tíma var að setja þetta max width og margin left, margin right auto, þess að miðja efnið, að nú myndi ég vilja láta þetta form hérna taka helmingin af þessu plássi. Einhverjar hugmyndir? Þá getum við skoðað hérna, ég er með main elementið, undir því er ég með 2 element, annað sem er form elementi sjálft og svo er ég með p element og svo fer ég bara niður í fótinn. Og þetta efni hérna ætti í raun að taka ekki 737,917 pixla, heldur það deilt með 2, cirka bát. Getur ekki bara sett width? Ég get heldur betur sett bara við það. Já, það er bara mjög góð hugmynd. Við 50% og þá kemur þetta svona og núna er þetta að taka 50% en við sjáum að það er eitthvað aðeins meira sem við þurfum að gera en þetta er í áttina. Og þá getum við séð, ok, það er eitthvað sem flæðir yfir, það er eitthvað overflow hérna. Og ég nefndi aðeins í seinasta tíma að CSS er hannað þannig að þegar það er í raun takmarkað eitthvað efni og það flæðir yfir það, þar að segja að það er ekki nógu mikið pláss til þess að birta út fyrir því að við segjum eitthvað ákveðið, ég vil takmarka þetta, þá birtir CSS það samt. Þetta er svona klassísku CSS brandari að það er kassi með svörtum border og inn í honum stendur CSS og svo í nýri línu is og svo kemur awesome og awesome er það langt að það fer út fyrir þennan ferning sem er búið að tekna utan þetta eins og að það sé einhvern veginn löstur CSS að það sé slæmt að það gerist. En ég segi það er awesome út af því að ég sé ekki of og svo veit ég ekki hvað er verið að skrifa út af því að það er búið að skera af það sem boxið sker textan. Þannig að það er í raun og veru awesome að það flæði út fyrir út af því að CSS er hannað til þess að birta það efni sem er verið að setja fram. Og ef við hugsaum þetta aftur í verkefni 2, við erum að setja fram efni á merkingafræðilegan máta af því að það er það mikilvægasta sem við erum að koma frá okkur, er efnið sem við erum með á síðun okkar. Ef ég síðan kem síðan aftur á og segi, hér er eitthvað útlitað á þetta efni og það felur 30% af efninu, er það eðlilegt?
Er það awesome? Rhetorical spurning, eða hvað? Ok, þannig núna gátum við fitta hérna, sett bara við 50% á formið, en núna, að því ég var að fikta bara í DevTools, þá ef ég reloada þá náttúrulega hverfir þetta, þannig að við þurfum að fara og setja þetta í skrána hérna. Þannig að hér var einhver svona comment, svo ég get fundið hérna form og ég ætla bara að segja form, selektorinn, svo ég bara velja nákvæmlega form elementið við 50%. Reload, helst þetta inni. Ok. Við vorum komið til því að láta footerinn vera hérna ekki lóðréttan heldur láréttan. Við prófum það næst. Einhverja aðra Já. Inngangsmyndin Já. og kart. Já. Kíkja það eða? Já. Við skulum byrja á hérna að því að fóturinn mjög líkur því sem við gerðum hérna í valmyndinni. Þannig að við skulum bara hendi það líka að því að þá sjáum við þetta að það mjög erfitt einhvern veginn að horfa á þetta allt og ég ætla að segja bara eitthvað ég ætla að gera þetta allt. En við getum aldrei gert þetta allt, við þurfum alltaf að byrja einhvers staðar. Þannig að við byrjum hérna á navigationu, það bara fínt, við sáum þetta voru ekkert rosalega mörg skref sem við tókum, það ekkert rosalega mikið sem við vorum að bæta við hérna. Í navinu, 20 línur, ekkert það margar reglur. Það komið svolítið svona sjálfsagt þegar boltinn byrjaði að rúlla. Þannig núna, ef við horfum á þetta hérna og rifjum aðeins upp, fúturinn okkar ekki position fixed. Þannig að við ætlum ekki að gera svona. Hann á ekkert að vera með fasta hæð. Hann átti ekki að vera með neitt border, var það? Nei, hann bara með bakgrunnslit. Þannig að hann með bakgrunnslit og svo hann með eitthvað sem að lætur, svipa á þetta hérna, eitthvað sem að lætur hlutin að raðast í miðjunni. Þannig að ef ég opna bara hérna styles og ég fyrir alveg niður í footer, hvað gætum við þá gert? Nú ætlum ég að vera ennþá aggressífari hérna og ég ætla að hafa vinstra megin er ég með nav CSS-ið, í miðjunni er ég með HTML-ið fyrir footerinn og hægra megin er ég með editor fyrir það að skrifa fyrir footerinn. Ég ætla bara að horfa á þetta hérna, við ætlum að skrifa þetta og svo ætlum við að sjá hversu langt við náum að láta þetta birtast rétt. Það svo að gefa það skjáfa eftir að tíman eða Að sjálfsögðu, ég skal með þess að committa þessu núna í fyrsta hliði, þannig að þið getið sótt það strax. Reyndu frekar að finna tenginguna í hjartaðinu við CSS og svo færðu allar kóðan í framhaldinu. Ok, við erum svolítið með footer og hann er hérna í HTML-inu. Footer elementið er með nokkur element fyrir svo 3 parta, hafa samband, opnunartíma og samfélagsmiðla og við ætlum að láta þetta einhvern veginn fá hennan bleika lit og þetta sé ekki lóðrétt heldur lárétt. Fyrsta boði CSS undir background color setjum bara pink, nákvæmlega minn uppáhaldslitur þegar kemur að velja einhvern lit. Ok, þannig að nú erum við að hugsa okkur í gegnum þetta. Ok, við erum síðan með eitthvað hérna div, eitthvað section og eitthvað section og við viljum að þau séu ekki lóðrétt, við viljum að þau séu lárétt. Og við erum að horfa hérna, hvernig við gerum með navið, þá erum við með nav UL, það sagði text align center og svo nav UL sagði display inline block fyrir elementið. Hvernig getum við tekið þetta og yfirfært á, ég er með footer og ég er með 3 mismunandi element undir footernum. Footer, inn í child, display inline block. Footer inn í child. Næsta direct child á footernum er Ok, footer, næsta direct child sem er stærðinmerkið og hvað? bara display inline block. Já, hvað er ég að koma hérna? Ég er að gera selektorinn ennþá. Opna bracket. Opna bracket, svona. Já. Ok, þetta samt vantar. Ef við rifum upp, CSS selektor er annarkvort element eða type sem við erum með hérna, class, attribute, ID eða universal sem er stjarna. Síðan kemur samtenging sem er annarkvort bil,
stærra eins og segir strangt barn og svo systkinasöfling sem við þurfum ekki. Þannig að hér erum við bara með samtengingu og okkar vantar eitthvað til þess að samtengja með. Þetta er svo binary aðgerð en við erum bara með eins og þetta sé unary aðgerð. Það vantar eitthvað hér. Eða þú veist, getur ekki selekta bara öll? Jú, universal selectorinn er í raun öll börn. Ok, og hvað vil ég setja hérna? Prófum þetta áfram. Display inline block. Display inline block. Ok. Hvað þurfum við meira? Væri ekki hægt að einfalda þetta aðeins bara með því að setja display flex á footerinn og display flex nú þegar raðar allir left right? Vissulega. Það er það sem við ætlum að gera í verkefni 3. Nú erum við aðeins að finna að þegar við hoppum beint úr þessu yfir í display flex þá kannski veit maður ekki alveg munun á inline block og inline. Þannig að þetta er viljandi svolítið svona archaic. Þó þetta sé svona eins og við gerum þetta fyrir svona ekki meira en kannski svona 7 árum. En display flex er vissulega réttari leið til þess að leysa þetta. En nú er ég viljandi að láta ykkur leysa þetta með þessu. Þannig að bear with me. Í næsta tíma þá gerum við þetta með flexbox. Það ætlar að hafa inline bana eða þú veist það að hafa box eftir að skipta sér í 3 gubba eða eitthvað. Ef við inline segir þetta raðast í línu við hlutin sem er við hliðina á mér. Inline block segir þetta raðast í línu en þetta líka færa á sig það sem að blokk leyfir sem er í raun að skilgreina hæð og gefa margin top og margin bottom. Hún ætti víst að pínu bíl á milli eða? Já, en við erum núna bara, við viljum þetta fara úr því að vera lóðrétt yfir að vera láðrétt. Við erum búin að því með display inline block eða ekki? Já, sorry. Það sem ég er að hugsa síðan í lokin er hérna og láta þetta vera miðjað. Þá vantar bara, Ég er að horfa á þetta hérna sem fyrirmyndin okkar. þá viljum við væntanlega text line center á þetta. Já. Ok, vistum, crossum putta, nokkuð gott. En, út af því við erum ekki notað flexbox, raðast þetta mjög skringilega. Þetta raðast við í raun baselineið sem er neðsti parturinn af hæsta gaurnum. Þannig að við fáum opnatími og svo þetta er mjög skrítið. Við sjáum líka að það er ekkert auka pláss hérna og svo sjáum við líka, já, þetta er alltaf leið hérna, nema að það er eitthvað litur hér sem ætti í raun ekki að vera. Þú veist, það er hvítur hér þegar þetta ætti í raun að ná alveg út allan skjáinn. Þurfum við þá with 100% af footerinn? Þá getum við aftur farið í núna, svona erum við búin að gera hérna og þá sjáum við, ok, footerinn with 100%, ok, það gerir ekki neitt. Þá kemur svona klassísk hlutur í CSS að þegar við erum með eitthvað, ok, og það er eitthvað pláss utan með þetta eða einhver staðar sem ég veit ekki hvað er, að þá þurfum við að skoða upp tréð og sjá bara, ok, hver er að búa til þetta auka pláss? Þannig að ég geti þá farið hérna upp í main, það er sibling, Það er ekki bara bodyið. þá komum við upp í body og það er padding left og padding right 1 rem. Þannig að þaðan kemur það. Það er í raun, þetta kemur hérna og þá sjáum við það með því að rekja okkur upp frá footer upp í wrapper, þá sjáum við ennþá það er ekkert sem að bara hvítt. Svo kem ég í body og þá sé ég að það verður svona fjólublá litur. Ég get farið hérna í layout og þá sé ég að þessi fjólublá litur er paddingið á þessu. Þannig að þaðan kemur þetta bil. Þannig að við getum farið hérna og fundið, ok, þetta er eitthvað sem við settum, þetta ætti ekki að vera hérna inni. Tökum þetta bara út. Þetta skiptir ekki máli, þetta var eitthvað sem við sett inn bara út af einhverju. Ok, þá sjáum við að þetta fer alveg hérna út í. En þá sjáum við samt sem aður líka að fyrirsögnin fer alveg út í og leggst það alveg hérna upp í. En nú þurfum við að finna einhver aðra leið fyrir það, en það er eitthvað annað vandamál. Nú erum við bara að hugsa fúturinn okkar. Hann er svolítið ljótugreið. Ef við lefum bara að vera svona elskar eins og hann er, eða viljum við gera hann aðeins? Við getum aligna hann í toppum. Já, og það sett ég sem er bara mesta syndin í þessu öllu saman, sem er að nota vertical align top. Og þá lagast hann svona. Þetta er bara, svona þurftum við að gera þetta fyrir svona cirka 7 árum áður en við fórum að nota Flexbox. En Flexbox leysir þetta.
Sjáu þið líka, það hægt að gera þetta, en Flexbox bara gerir þetta meira sane máta. Eða svona hreinlegri máta. Ok, eitthvað meira sem við viljum gera? Eða viljum við snúa okkur að myndinni á forsíðunni? Kannski smá margin á milli þeirra, núna eru punktarnir að fara inn í... Viljum Punktarnir að fara inn í... við þessa punkta? Og þá erum við með hérna, sama við vorum með í nav hér, list style none, og þá getum við sagt bara footer ul, og ul þá öll ul sem koma fyrir undir footer. Þannig ég þarf ekki að fara að segja footer div ul, footer section ul. Ég segi bara footer ul, það coverar öll ul sem eru descendant, sem eru börn og barnabörn og barnabarnabörn af footer. Og setur list style none, þá fara allir listastílarnir hann í burtu. Og list style getur verið samt meira. Það getur til dæmis verið lower Greek. Og þá sjáum við fáum hérna gríska stafrófið fyrir þetta. Þannig að þetta ekki none er það sem að grípa kannski oftast til, en þið getur líka verið algjörir nöllar og verið með gríska stafrófið þegar það að tella upp ykkur hluti. Eins og sjáum við í betalið, en allavega. Setjum þetta í none, og þá þetta svona. Svo getum við sagt hérna, ok, hér þetta svolítið mikið kramið upp í hvert annað. Þannig við sjáum það bara að það ekkert bíl hérna á milli þessara elementa. Og þá kemur aftur, Flexbox leysir þetta betur. Og það sem við getum sagt hérna er margin right til dæmis, 1 rem. Og þá fáum við bíl hérna á milli. Og þá sjáum við, ef ég vel núna section, þá sjáum við gult sem representar margin og það ítir þessu frá. En við fáum aftur líka margin hér sem gerir þetta aftur smá, ekki miðjujafnað. Svo lókum getum við sagt hérna við viljum fá smá andrými fyrir neðan, en þetta leggst alveg við botnin og þetta leggst alveg við litin, og þá notum við ef við horfum á box módelið, marginist, border, padding og svo efnið sjálft. Hvað viljum við setja til þess að fá auka bil hérna frá fyrirsögninni, þannig að það sé top margin, margin top á hvar? Beintur neðan þetta, margin top, ok, það virkar. Ég bara að setja margin á allt. Það var ekki hlýðina líka, það ekki best að gera bara út nokkuð í bótt. Já, svo ef við förum hérna og við búum til þetta hérna case, þar sem ég alveg hérna, þá líka hér, hvað þá að gera hér? Og ég setja margin left á þennangur. Eða, eigum við endur hugsa þetta og hætta að hugsa þetta á hverju einu barni, það að segja, þetta hérna eru börnin undir hérna, þessu foreldri, eða þessum container. Þetta eru mörg, ég nota mörg konsept, ég bara reyna að dundra þeim öllum út svo að þið saturatist í sama þankagangi og ég í. Þessi container er með mörg items, þetta foreldri er með mörg börn, þetta box er með mörg box undir sér. En ef við hugsum það á þessu leveli, hvernig við getum leyst þetta, að búa til pláss, í versus að vera að hugsa hvert og eitt hér, hvernig myndum við þá leysa það? Og þá getum við leyst það með einni reglu einu sinni. Þá ekki margin, heldur padding. Munurinn á margin og padding. Margin ítir boxinu í heild sinni frá einhverjum hlut, vinstra megin, hægra megin, topp eða botni. Padding ítir í raun efninu frá ytri byrðir sínu, sem er margin og border. En ef við tökum þetta út og setjum padding hvar? Í footer, já.
Ef við myndum setja hér, það er alveg samt relevant líka af því að þetta er svolítið kramið hér og við myndum hugsalega vilja loftum hérna en byrjum hér og segjum padding 1 rem og þá sjáum við að núna fær fúturinn hérna og hann fær pláss sem að býr til og heldur bakgrunnslitnum og passar upp á að það sé fyrir þessi mismunandi case efnið niður í botn, efnin frá topp og svo ef að efnið myndi leggjast alveg uppið að þá er alltaf pláss. Þannig að hérna áður laðast þetta alveg upp að þarna vinstra megin óin en núna hefur það eitt bil og þegar það er komið niður fyrir það bil þá segir það, herru ég þarf nýja línu af því að ég get ekki byrt mig lengur í þessari línu. Og þá sjáum við líka að þetta haga sér svona smá eins og þetta sé responsive út frá því hvernig það er. Ok, fínt í bili. Takk smá pásu. Tökum smá pásu.